Jæja, gott fólk og takk Hrund fyrir að bjóða mér. Ég nú ekki sjálfsögðu mikið fyrir fjölmiðla, ég vil nú frekar vinna að mínum verkefnum en maður þarf að kynna sitt og ég er mjög þakklátur fyrir þetta tækifæri. Titillinn á sjálfsögðu erindið samtímamúsík. Ég og Hrund reyndum að finna einhvern svona þægilegan titil, ekki beint tæknititil, og samtímamúsík var eitthvað sem kom upp. En það sem ég að reyna að kynna hér er að hanna lausnir fyrir hnattrænar áskoranir og svona segja hvað ég að reyna að gera og sjálfsögðu margir aðrir að gera. Og ég nú aðalega líka hér til þess að hvetja ungt fólk að leggja sig fram, taka þátt og bendi á að Ísland hér nú ráðherra nýsköpunar. Ég vil reyna að benda unga fólki á það að þetta umhverfi okkar hér, þetta blessaða land okkar, kjörlendi fyrir nýsköpun, þróun, uppfinningar, og þetta tel ég geti rökstutt mjög vel hafandi unnið í löndum eins og Kanada, Bandaríkjunum og Frakklandi. En hvert vandamál samtímans? Við höfum öll svolítið bent á það, við höfum sér nokkurn veginn sammála, en að mínu mati það bara eitt, og því meira sem ég kafa ofan í málið þá það bara maðurinn sjálfur. Við erum orðin og stór fyrir plánetina og við erum að átta okkur á því að við verum að taka yfir ábyrgð á okkar gjörðum, og ég sýni það hér á einhverjum gröfum á eftir. Þetta svona yfirleitt þegar að tala fólksfjölda og annað, þá alltaf talað sýnt fátækt fólk, en að sjálfsögðu þetta ekki beint. En þessi mynd svona sýnir samt ansi mikið hvað að gerast. Auðvitað skiptir þetta engu máli í samhengi heimsins, hvað eru margir að þramma upp Everest, en þetta sýnir samt hvað við erum komin langt, hvað við erum ögrandi á öllum sviðum. Hérna eru örugglega einhverjir Íslendingar í hópnum, einhverjir Íslendingar bankamenn sem hafa tíma og efni á því að fara þetta. En hvað með það? Komandi að þessari blessuðu kurvu, og ég að reyna að koma svona persónulegum tengslum við þessa kurvu, að ég búinn að sjálfur hef sannfærst bara fyrir 1980 að með því að breyta samsetningu lofttegunda í lofthjúpnum, og þá breytist hegðun hans og hann hefur þá tendens til þess að safna í sig varma. Þetta var Svíi sem fyrstur nefndi þetta 1896, Svante Arrhenius, og þetta ekkert nýtt, og það sorglegt að sjá enn að berjast á móti þessu lögmáli sem tiltölulega auðvelt að skilja. En ég búinn að átta mig á því hér hvað að gerast, og svo ég einhvern veginn að þvælast á netinu og átta mig á því að, og það kannski gott fyrir ykkur að vita, að tvær merkilegustu mælistöðvar fyrir koltvíildi í heiminum, önnur þeirra á Íslandi. Það Stórhöfði í Vestmannaeyjum. Þar bandaríska veðurstofan sér þann mælikvarða, og þar Nemi, og hinn í Hawaii á Mount Maui. Og þetta nú svona internetið komið vel í gang, og ég svona fikta og svona skoða, 399. Mér var alltaf sagt að 400 væri mjög krítískt tala í þessum völdum. 399. Svo daginn eftir fer ég aftur í tölvuna, svona fletta, allt í einu sé ég Stórhöfði birtir fyrstur töluna 400. Sem segir það og þá fyrst vaknaði ég, þetta að gera svona hratt. Og svo ef við horfum á þessa kurvu, þá því miður, þá hún bara upp. Það hröðun í gangi á þessu, og ég kem að því seinna. Annað sem hefur svona opnað augum mín, og mér finnst eiginlega menntastofnanir hafa brugðist mér þannig að hafa ekki sagt mér þetta fyrr, en ég tók þetta nú saman sjálfur, eða setti þetta graf upp sjálfur, en hafði byggið þá á öðrum. En ef við skoðum manninn í samhengi við dýrin á jörðinni, og nú hef ég sjálfur sér staðið í að veiða dýr, og svona aðeins efustu það í dag þegar ég horfa á þessa kurvu, ég nýbúinn að setja þetta upp, en þá fyrir 50. ári þegar maðurinn fer að dreifa sér um jörðina, þá talað að villt dýr jarðarinnar, ekki að tala dýr í sjónum,
séu ykkur 24.000 tonn og þá talaði við kolefni, vatni ekki tekið með. Nema hvað, næsti áfangi í sögu mannsins þegar byrjar akuryrkju, cirka fyrir 11.000 árum og þá fjöldi dýra komin allverulega langt niður. Jú, það sem gerðist í millitíðinni, þessi litli hópur, þegar við fórum fram jörðina, blessaði loðfílarnir og aðrir horfðu þá á þessa uppréttu verur, litlu verur með eitthvað spjót, störðu bara á þá og létu fella sig út allt og þannig að snar minnkaði að þessi litla dýrategund, hún felldi mjög fljótlega öll stærstu dýr jarðarinnar með mjög einföldum tækjum, vegna þess að þróunin hafði ekki varaðu við. Nú, hver staðan í dag? Og þetta kemur mér mest á óvart og ég tiltölulega búin að komast að þessu. Þegar ég var að skoða, hver massi villtra dýra í heiminum í dag? Hann bara örlítið, hann hefur verið snarlækkandi og þessi hérna á hraðri leið í útrýmingu. Vegna þess að við erum þessari 7. massa útrýmingatímabili eins og Og síðan, hvað maðurinn í þessu öllu saman? Jú, maðurinn hann bara orðinn svona stór. Þessi 8 milljarða manna orðinn þetta mikill massi og öll þau húsdýr sem fylgja honum þetta mikill massi og þetta segir okkur eitt. Við þurfum að fara varlega þessa jörð. Við erum orðin allt of stór og það leggur okkur á það ábyrgð að fara varlega og sinna okkar hlutverki og halda jörðinni gangandi. Þannig að veröldin allir ferlar sem kom fram hjá Tómasi áðan að það þarf að endurskipuleggja í raun og veru alla iðnaðarferla, kolaiðnaðurinn, við skulum kannski tala hreint út. Það sem búið til þau lífskjör sem við búum til í dag, og þið getið deilt í hvaða röð, því kapítalíska hagkerfi og orkugeirin. Hvort kemur á undan hinu, læti ykkur að velja það. Allavega þetta stóru þættirnir og þið sjá allar kurvur heilsufar í veröldinni, lífsgæði og annað, þar orkan þar og við Íslendingar það heppnir að vera þar framalega. En þetta meingallaður iðnaður, sérstaklega í stóru löndum eins og Bandaríkjunum, Kína, Ástralíu og að menga alveg gríðarlega mikið og að valda okkur ótrúlegum skaða sem rétt að koma fram. Nú, plastiðnaðurinn sem ég þekki mjög vel af því að glíma við hann bara í sókn. Plastiðnaðurinn ekkert að slá af, aldrei gengið betur, aldrei verið framleiddar fleiri plastflöskur, sóknin alveg gríðarleg, mjög erfitt að keppa við plast, ég kem að því á eftir hvað ég að reyna að gera á móti plasti. Önnur mengun að aukast, það endalaust verið að finna upp ný efnasambönd, það mikill fjöldi þeirra sem ekkert prófaður og fær að sleppa út í umhverfið óáreittur. Síðan við öll fylgdust hér bara heim á skjánum á COP27 ráðstefnunni. Hún mistókst, fannst mér, að því leyti að það tókst ekki að koma böndum á útblástur en það voru samt jákvæð teikn að það hefur verið að hjálpa þá þriðja heimsríkjum að stíga skref í átt til framfara á þessu sviði. Nú, kolaiðnaðurinn að reyna að umbreyta sér vissum svæðum, gengur mjög hægt. Olíuiðnaðurinn bara sækir á. Önnur mengun, það lítið að gerast þar. Þannig að í raun og veru það allt of lítið að gerast. Þið bara sjáu alla þessa ferla, það allt á leiðinni upp. Nú, það COP28 sem held ég núna í haust, eða vetur, og þar, það olíuforstjórinn Sultan Ahmed Al-Jaber sem leiðir umræðuna, forstjóri olíufyrirtækis Abu Dhabi. Ég hef hitt hann. Mér finnst þetta dæmigert fyrir verkferla samtímans en Ólafur Ragnar Grímsson var nú með mjög gott sjálfur sér viðtal eða grein í Morgunblaðinu í fyrradag og sjálfur sér reynir að rökstyðja hið gagnstæða. Ólafur mikill umhverfissinni og hefur reynst mér mjög vel. Ég læt ykkur að meta hvað rétt en mér finnst ekki gott að olían leiðir ennþá allar framfærir og ákveður að gera það í og með til að ílengja sinn tilveru rétt. Og það sem mér finnst ég horfa upp á, það og ég að segja þetta af reynslu hafandi unnið með
skulum við segja, efstu lögum margra stórfyrirtækja og það sem kynnist fólki mjög náið og svona hvernig það hugsar og það sem gaman við að vinna með stórfyrirtækjum í Bandaríkjunum það ákaflega klárt fólk efst uppi og duglegt. En maður verður strax varfið að ársfjórðungsskýrslan aðalatriðið. Annað skiptir raun og veru ekki máli. Hagnaðurinn næstu 3 mánuði. Og þar alveg bónusarnir sem fólki fær og allt þetta. Og það gerir það verkum að stjórnendur þora ekki að taka langtíma ákvarðanir sem breyta heiminum. Þannig að öll þessi risafyrirtæki þau eru bara á sínum kursi að græða fyrir stjórnendur, fyrir hluthafa og ætla sér ekki að breyta kursi. Þannig að það er mjög nauðsynlegt að við skiljum virkni þessa kerfis og þá reyna að með þeim skilningi að reyna að ýta á breytingar. Og það sem náttúrulega að sko, menn fá að taka gróðan út úr kerfunum sem þeir eru með, kapitalísku kerfum, en greiða ekki fyrir afleiðingarnar. Það að segja hugtakið sko, úthrif ekki tekið með, úthrif externalities og við sjáum þetta bara hérna á Íslandi. Og ég kem að því hérna á eftir. Það er komin mikil plastmengun í hafið okkar. Ekki öll frá okkur, mögulega utanfrá, talsvert af henni frá okkur vegna neta sem við skiljum eftir í hafinu og búnaði sem við notum við fiskveiðar. Og fiskigeirin átt að segja á þessu, það verður að gera eitthvað í málinu. Það þarf að hreinsa hér hafið af netum og plastdóti. Ok, þetta kostar. Býtu, hver á að borga? Externalities. Nei, hún Hrund á að borga þetta, eða Friðrik, eða Jón, eða Guðrún. Þú veist, það þetta sem ég að benda á, þetta náttúrulega bara ekkert annað en svindl. Auðvitað þeir að taka á sig ábyrgð á þessu og sýna þeir standi í því að reka hér hreint hafkerfi til þess að geta selt dýrar, merkilegar afurðir. Þannig að hvernig sem komið finnst mér að hagfræðingar, akademísk hagfræði eigi stóran þátt í þessu með því að koma ekki með formúlur sem virka fyrir raunheim. Og ég hef átt mikið debatt, sumir verða mjög móðgæðir að mínum vinum og hagfræðingar eins og þið vitið, þetta mikið ákafa fólk og mjög klárt fólk, sumir verða mjög móðgæðir, aðrir segja fyrir ekki alveg rétt hjá þér, við höfum brugðist. Þannig að það sem ég að hvetja hagfræðinga í salnum að við þurfum að finna upp betri formúlur sem bara virka. Það ekki hægt, við getum ekki verið með háþróu samfélög byggð á svindli. Það fullt af jákvæðum teiknum, það svona þetta, ef ég sletti þetta feedback og það réttarkerfi Bandaríkjanna, náttúrulega Bandaríkja mjög progressivt land eins og við öll vitum og þegar við fylgst með málaferlunum hjá ExxonMobil, þeir gáðu út skýrslu eða þeirra vísindamenn gáðu skýrslu upp úr 1970, ég lesi þá skýrslu, það sem þeir benda bara svart á hvítu að þessi mikla orkunotkun, kolefnanotkun mun leiða til hlýnunar jarðar. Það sem Svanke Arrhenius sagði 1896 og sjálfsög allir vita. Þessari skýrslu var stungið stól sem betur fann einhver skýrsluna. Hagsmunaaðilar eru núna fattir í mál og ExxonMobil eru komin hugsanlega í mikil vandræði út af þessu og það fullt af öðrum álíka málaföllum í gangi. Eyjar í Kyrrahafi sem að sökkva alla fá bætur frá þeim sem valda skaða. Þannig að sem betur fer dýnamískt kerfi í gangi og það margt jákvætt að gerast. Nú, hvað ég sjálfur að reyna að gera? Já, ég hef svona helgað mig, skulum við segja náttúruvænni tækni eða reynt að gera það sem best. Og stoltur af sumu, sem hefur gengið vel. Kannski það sem ég stoltastur af Carbon Recycling International. Það fyrirtæki sem að verða mjög stórt, það fer í það eftir 2 ára að vera komið kannski með 300.000 tonn af umhverfisvænu eldsneyti, sjálfsög fremst í heim á þessu sviði. Hvernig byrjaði þetta fyrirtæki? Jú, ég var með á þeim tíma, 2005, þá var ég með skrifstofu upp í háskóla í Tæknigarði og ég man eins og gerst í gær, þetta var svona snemma í febrúar og þetta var svona drungalegu morgun, engin snjór, allt dimmt og ég var búin að svara einhverjum póstum, kom snemma í vinnunni svo alltaf en sagði, ég nenni þess ekki. Ákvað að labba heim og fá með tesopa og svona, koma svo í vinnuna seinna. Að ganga fram hjá Þjóðminjasafninu og sé svona skýjatásur,
svona teygja sig niður og fer að velta fyrir mér. Þannig eru ský, lofttegundir, ekki hægt að, þetta koltvíildi, ekki hægt að gera eitthvað við þetta og breyta þessu úr neikvæði yfir í jákvætt. Og ég fór að skoða og úr því varð Carbon Recycling sem síðan að verða stórt fyrirtæki. En þar líka heppni, sem ég ætla kannski að tala en þar var ég mjög heppinn. Þannig var mál með vexti að Nóbelsverðlauna hafi í efnafræði George Olah hafi skrifað bók sem hét Methanol-hagfræðin, eða Methanol Economy. Svo ég skrif honum bréf og hann segir, komdu bara á fund, og hann með risastóra stofnun í Kaliforníu og sem svona í rannsóknum og eldsneyti, og þá voru orðnir 3 félagarnir í þessu fyrirtæki. Svo við fórum á fundans og byrjaði klukkan 10, ég man eins og gerst í gær. Og hann segir, svona mikill maður með stórt nef, og hann segir, láttu mig heyra, og ég hafði ekki efnafræði í hann, en allavega var svona að reyna að sýna hvernig þetta ferli okkur langaði að gera og framkvæma, og hann sagði, áfram, þetta allt í lagi, og ég svitnaði meir og meir. Og svo segir alltaf, þetta alveg hárrétt, og síðan þetta mun ganga upp hjá okkur. Allavega hádegismatur, svo erum við svona að tala, hann horfir djúpt í augum mín og segir, Friðrik, mér sýnist að þú framkvæmir það sem þú segist alltaf að gera, fór í jakkavasa sinn, skrifaði ávísun, og þar vorum við búin að fá fjárfesta sem var Nóbelsverðlaunahafi, og það gerði það verkum að það var auðvelt að fjármagna dæmið. Annað verkefni sem ég að taka þátt í og gríðarlega skemmtilegt, það við erum að glíma við augljós, við vitum allir að við erum að glíma við augljósa gróðureyðingu, og ef við komum að því að þá eru svæði, þetta nú frá bandarísku landbúnaðarráðuneytinu, en þið sjáu þessi svæði hér eru öll meina eitt, og þetta allt af mannavöldum, og býtu hvaðan kemur flóttafólki, mestuleyti héðan, ég ekki að gera lítið úr flóttafólki, en það kemur héðan, og að því að maðurinn búinn að í raun og veru eyða svæðunum, nú við Íslendingar eyddum okkar gróðri, og Ísland ætti að vera, Ísland ekki rétt merkt hérna á þessu korti, en hvað við það? Hérna og ég búinn að vera í samstarfi við samtölu við mikið af fólki, hér hægt að græða upp, og býtu, menn segja að þetta vonlaust. Nei, þetta ekki vonlaust. Ef þið lítið á grunnvatnsstöðu heims, þá skortir ekkert vatn. Það á flestum stöðum, hérna í miðri Sahara víða mjög djúpt á vatn og lítið hægt að gera þar. En í flestum stöðum stuttnir á grunnvatnið. Og þá hugmynd sem ég sýni hérna eftir, hún virkar á öllum stöðum, svona cirka alveg hérna inn í dökkgult, og alveg hingað í sjálfu sér, og gerir það mjög að það veri auðvelt að rækta upp eyðimarkir. Þetta ekki mín hugmynd, en ég umbreytt henni, uppfinningamaðurinn kom til mín og sagði hvernig get ég gert það umhverfisvænt, og þar kem ég að þessu. Það þessi svokallaði gróðurkassi, sýna ykkur hann hér hvernig það virkar. Jú, hann þannig að þú setur í vatn sem dugir í 6-9 mánuði, og hann getur líka safnað í sér regnvatnið, því að í hitabeltinu gerast líka skúrir, og þú setur græling inn í, kassin mjög ódýr, vatnið ódýrt, eða það verður náttúrulega að vera til í nágrenninu. Það ákveðið drópateljari, hann skammtar rótin í drópa, og hvað segir rót sem á nóg af vatni? Hún segir, það gaman að lifa, ég veit að það ennþá meira vatn fyrir neðan, ég þarf ekki að leita út, það bara að fara hratt niður, og þær fara mjög hratt niður, geta oft farið upp 2 cm á dag. Svona lítur kassin út í Praxis, og hann úr pappír, mjög ódýr, úr bara pappakössum. Hvernig virkar hann? Já, þetta sjáu þið upprunalega kassa sem voru úr plasti, og því miður fyrir, og það ástæðan fyrir því að þessi menn komið til mín. En hérna plantan bara að vinna á vatn úr kassanum. Eftir 5 mánuði það horfið, hún svona rétt að koma sér á legg. Hérna 7 mánuði, hún komin í grunnvatnið. Eftir 13 mánuði, þetta avokado, og þá hún komin í grunnvatnið og algjörlega sjálfbær. Svona telja menn, þetta mjög ódýrlaust, þetta fara mjög hratt yfir á eyðimerkursvæðið. Við erum búin að prófa þetta í Mexíkó, þetta niður í Kólumbíu, og mér þetta hefur verið mjög erfitt að fjármagna þetta eins og öll svona umhverfisverkefni, en sem betur fyrir stórfyrirtæki sem Mitsubishi að svona klára við okkur samning, og mjög fleiri stórfyrirtæki sem segja, það verður að gera þetta, og
býst við að geta, ég náttúrulega fyrsta leið að selja bara þessa tækni og vonast til þess að geta selt þessa tækni til að framleiða einhverja milljarða af þessum kössum og til þess að græða veiðimerkur og leið og eyðimörkin orðin er full gróin og þá náttúrulega breytist loftslagið með. Það byrjar að rigna og allt snýst á réttan veg. Annað fyrir íslenskt umhverfi, við tölum plastmengun. Ísland er gríðarlega stórt í frauðplastkössum. Hér er mjög öflugur sjávarútvegur sem að flytja út og það orðin risastórar frauðplastfabrikur komnar í landið. Ég tel að við getum steypt svona kassa á minni kostnaði úr afgangspappír, úr gömlum pappakössum og dagblöðum og við erum konir sem var mjög flókið að finna ákveðna vatnsvernd, rakavernd til þess að hann virki og það er mikils, og ég með þökk þessari ráðstöfn því ég verið að tala þetta í útvarpi þá hafa mjög margir áhugaaðilar komið að og ég vonast til þess að setja svona kassa á markaðinn í lok þess ás ef þetta tekst, en þú veist það ekkert auðvelt og það alltaf erfitt að berjast við eitthvað sem úr plasti. Plasti bara ævintýralega funksjónalt efni og það valdi alveg rosalegum skaða í umhverfinu. Nú, annað verkefni sem sjálfsög skylt þessu að PepsiCo hafði samband við mig að okkur út af þróun á pappírsflösku og þetta var líka mjög skemmtilegt verkefni og þeir hafa mega eiga það, þeir lögðu í talsvert fjármagn og við út af bara leyndinni og aftur ég að tala hvað Ísland mikið kjörlendi og að beina því til ráðherra að fara með sjálfstraust út í samfélagið að við gátum sjálfsög farið mjög leynt hér á Íslandi með þetta verkefni búið framleitt þessa flösku og hér hún komin en fyrsta útgáfa sem þessi hvíta hérna en hún ekki fullkomin, það plast í tappa og öðru og hérna næsta kynslóð og við erum búin að finna rétta húð og annað náttúrulega án plast sem betri og ég bind mikla vonir við og þetta sjálfsög í þetta verkefni fer oppin af mínum tíma. Við stofnað hér, ég og verkfræðingur Jóhann Björgvinsson, fyrirtæki sem heitir náttúrulega út af erlendi markaðssetningu Paper Bottle Technologies og það sem við ætlum að selja þessa tækni. En markaðurinn gríðarlegur, markaður fyrir plastflöskur eru 500 milljarðar eitthvað sem að verða 10 flöskur á hvern mannsbarn sem alveg fáránlegt og þetta raun og veru meira og minna að rústa öllum höfum, öllum lífum, öllum hvali, öllum kvölum og slík og það alveg fáránlegt að það sé ekki bannað eða sé ekki sett mjög hátt skilagjald á það. Þar erum við Íslendingar aftur í fremstu röð. Við erum með hátt skilagjald og þar alveg plastflöskumengun ekkert svo mikil hér eins og hún annars staðar í heiminum. Nú en aftur plastmengun, nú erum við stoltir af því að selja hreinar afurðir og ég var sjokkar, þetta bara splunkunný mynd úr Eldey, allt orðið þakið netadrasli og hér vísu jákvætt, hér blái herinn að safna hér plasti, þannig að plastmengunin umtalsverð hér en ekki eins svakaleg eins og annars staðar í heiminum, hún svakaleg að þið komið til sumra landa í flestu löndum við miðbug. Það plastmengun alveg ævintýraleg og að eyðileggja allt í kringu sig og aftur segi ég, alþjóðasamfélagi, skattkerfin og annað bregðast og kapitalismi bregst með því að skattleggja ekki fyrirtækin sem framleiða þetta til þess að ýta fyrir umbreytingu inn í náttúruvæna tækni. Nú svona lokum þau verkefni sem ég að vinna að að því að við kunnum að búa til flöskur og pappír að þá duftkerrir annað kirkjugarðar vilja ekki mengandi efni í umhverfið sitt og þetta erum við hugsanlega ætlum að setja á markaðinn, ég bara sýna ykkur svona hvað hægt að gera úr pappír. Þetta ég búin að vinna lengi að í líkkistur pappír og þetta gríðarlega flókið verkefni. Þessi hönnun dönsk, útlitshönnunin, við erum síðan að breytinni en mér finnst það fáránlegt að vera að setja dýran við ofan í jörðina eða inn í brennsluofn en þetta þarf að vera fallegt, maður setur ekki ættingja í pappakassa þannig að þetta mjög svona delikat tæknilegt mál
En svona að lokum, ég bjartsýnn að eðlisfari, hvet ungt fólk til þess að finna upp, leggja út í nýsköpun. Hér flæðir allt í fjármagni, við erum allar stofnanir til staðar til þess að búa til takast á við vandamálin. Og aftur segi ég, Ísland og þetta ekki út af einhverjum grompi, heldur bara Ísland ídeal staður fyrir svona og kannski til þess að undirstrika það ákvörða það. Jú, við erum mjög ríkir, stjórnsýslan hér mjög þægileg og það verður að segja eftir þess að háskólasamfélagi hefur reynst mér mjög vel, ekkert verið feimnir að hringja inn í háskólasamfélagið. Flestir taka manni mjög vel, vilja allt fyrir að gera til þess að hjálpa að koma ykkur áfram. Þannig að vandamálið stórt en þetta mun takast. Takk fyrir.